Komið sælir og blessaðir, kæru krabbar, og komið heilunarspilinu ykkar og þið fáið spil númer 32 sem kallast Illusion eða blekking. Hér er verið að tala að þið þurfið að skoða vel hvaða kringumstæður í ykkar lífi eða hvaða aðstæður eru í gangi þar sem að þið hafið ekki allar þær upplýsingar sem þið þurfið að hafa. Það er verið að biðja ykkur að vera vakandi fyrir hvers konar svona tilfinningum sem þið hafið fyrir því að hlutirnir sé ekki alveg eins og eigi að vera. Og það er einhver óvissu þáttur eða óþekktur þáttur sem er í gangi sem er að hafa áhrif á líðan ykkar. Og það sem að þetta spil er úr heilunar spilastokki, þá er þetta eitthvað sem að þið ættu að hafa í huga að reyna að greiða úr, að reyna að fá jákvæðan botn í málið. Án þess að svíkja ykkar sannfæringu. Standið fastið með sjálfum ykkur, kæru krabbar, og þið vitið innst inni hvað þið rétta í málinu er. Þarna stendur hið óþekkta getur orðið ykkar nýi veruleiki. Þá að gera að reyna að hafa þetta óþekkta eða þennan óvissu þátt eitthvað sem að þið eru tilbúin að takast á við. Fyrir suma ykkar fæ ég að þetta sé tengt einhvers konar verkefni sem þið eru að fara af stað með þegar að líða tekur á haustið. Það getur verið vinnutengt eða tengt námi eða skóla, og einhvern veginn er ekki mikið af upplýsingum að hafa akkurat núna. En svo er þetta líka í samskiptum við aðra manneskjur. Því að eins og ég sjáu að þessari mynd sem að er dálítið sérstök. Eins og ég sé þetta, þá er þetta hálfgerður speglarsalur. Það sem að ýmsar svona blekkingar koma við sögu. Og hérna handan við hornið er einhvers konar vera sem er að reyna að tæla ykkur til sín með einhvers konar loforðum eða gjöfum. Réttir þarna fram rós. Þetta geta verið blekkingar eða hreinlega eitthvað sem að ykkur finnst of gott til að vera satt. Þetta þarf ekki að vera neitt alvarlegt eða svona stórt í sniðum. En ég ætla að láta bara ykkur það, kæru krabbar, að finna út hvað þetta er nákvæmlega í ykkar lífi. Ég segi bara gangi ykkur vel með þetta, að finna sannleikann og díla við þessa óvissu. Ljós og kærleikur.